Og forstjóri N1 segir að ef olíuhreinsistöð verði reist á Vestfjörðum geti það leitt til lækkunar á eldsneyti bæði hér heima og erlendis. Óli Tíner segir frá því. Hermann Guðmundsson, forstjóri N1, segir að hann sé ekki neitt sérstakur talsmaður olíuhreinsistöðva fyrir vestan. Hins vegar blasir við nokkra staðreyndir sem ekki sé hægt að horfa fram hjá. Flutningskostnaður myndi til dæmis lækka en fleira komi til. Olíuhreinsistöðvar eru allt og fáar í heiminum til þess að anna eftirspurn. Enginn vilji fá olíuhreinsistöðvar í bakgarðinn hjá sér og enga nýja stöðvar hafi verið byggðar síðastliðin 20 ár, hvorki í Bandaríkjunum í Evrópu. Þar sé að finna flöskuháls sem eigi stóran þátt í háu eldsneytisverði. Hermann segir að þær stöðvar sem til eru séu keyrðar á fullum afköstum allan sólarhringinn en það dugi ekki til. Þotueldsneyti sé til dæmis uppselt. Búið sé að semja löngu fyrirfram sölu á hverjum einasta lítra. Ef til dæmis einhverjum dytti í huga að stofna nýtt flugfélag í dag væri undir hæli lag hvort hann geti fengið eldsneyti á vélar sínar. Hermann segir að ástandið sé þannig að ef ein olíuhreinsunarstöð bili, dugi það eitt og sér til þess að hækka verðið sem sé auðvitað fáránlegt. Hann segist hafa heyrt nefnda töluna 8 milljónir tonna á ári í sambandi við hugsanlega hreinsistöð á Vestfjörðum. Það væri veruleg viðbót og gæti leitt til verðlækkunar og meiri stöðuleika á markaðinum.